Velkomin heim, Sunna. Æ, takk hella fyrir Birta mín. Ég vil bara byrja strax að segja afsakið röddina mína í þessum þætti. Það ég bara varð lasin leiðu kom til París. Já. Þannig að ég ekki með rödd. Nei, það umlegt að röddin hafi verið eftir í París. Hún hvarf. Já. Hún hvarf og varð eftir í París. Svo fyndi ég og Jóa vorum báðar veikar úti. Það? Og vorum einu sem vinnum við að tala. Já. Svo great. Bara ekki ráðast á mig moneymaker, sko. Já, okkur er svo tókið fyrir því. En svona er þetta. Það flestir, mjög margir á landinu núna veikir. Mjög margir. Ég Já. hef, sem að heyri þetta ofta eitthvað svona, flensa ganga. Ég hef aldrei heyrt hjá mikið, ég sverða það. Nei, sver. Það Já. var líka bara svona gæt margar flensur, Já. ekki bara eitthvað ein. Já, alveg líka upp og niður og eitthvað Já, svona. já, bara svona þannig. Ég er svo með hálsbólguna. Já, það heyrist. Já, heyrist það. En mér stóð svo bara sexy rödd. Ó, takk. Já, þetta er smá svona... Bensi var einmitt eitthvað á eitthvað, þú minnir mig á eitthvað. Ég var bara, hver? Ég veist að ég er alls ekki með ráma rödd, vanlega, sko. Nei, ég held að hlustandi tepa sér vita það. Já, nei, en ég sagði líka við hann bara eitthvað, er það kannski Kristi Pétus? Hann var bara eitthvað, já, smá. Já. Þegar þú segir, ég eitthvað, that's hot. Hún er geggjaða rödd. Hún er með þetta er alveg rétt hjá þér. Það ekki? Jú, hún er með geggjaða rödd. Kristín, ég er þú í dag. Vá. Bara þegar þið eru með svona ráma rödd. Já. Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Já, það er ég. Jú, ég sé það. Ertu búin að pröfa að syngja? Nei. Nei, ég mástu Phoebe elska að syngja. Já. Smelly cat, smelly cat. Sexy. Það ekki? En ég held að það er gott að þú fáir happy hydrate. Já, vá, það var það fyrsta sem ég gerði þegar ég kom heim. Bara með þessa flensu mína. Ég var sko bara out að úti í París. Og ég var ekki með happy nema, ekki fyrir alla dagana. Þannig að ég var bara, I need it so much. Rookie mistake. Það var rookie, sko. Já. En það er alltaf gott fyrir sérstaklega að maður lasin, sko, að passa upp á steinefni og sölt. Já. Og gera það á góðan hátt, þú veist, gera það með eitthvað sem actually gott á bragðið og gott fyrir ykkur. Líka jóla, sko. Það er best. Já. Það er svo gott, sko. Það er bleik lykt af þessu. Já, það er. Já, veitu hvað meinar? Hvað meina? Það er best, sko. Já, en hvernig annars var, þú veist, úti svona þrátt fyrir flensu og... Geðveikt. Það ekki? Ógeðslega gaman, sko. Bara, það er svo ógeðslega leiðilegt þegar mann líður illa. Já. Ég var bara, ég trúi ekki að vera að skemma Parísarferðina mína, skilur við. Og svona, þegar maður tala svona og þegar hátt út að borða, þá heyrist ekkert í manni, þannig að svona oft sem maður situr bara svona og hlustar bara. Bara mjög. Já. Æ. En það var ógeðslega gaman þrátt fyrir það, sko. Já. Maður gerir bara best úr þessu. En tjóðlega var kallt maður. Það? Hvað var kallt? Já, einn daginn var bara fucking ískallt. Það var alltaf snjóaði á okkur hann úti, sem var geggjað. Það var cute. Það var svona gaman að sjá svona París í snjó. Aldrei séð það áður. Já. En tjóðlega eru göturnar í París ekki byggðar fyrir það. Við vorum að labba hana fyrir utan Bambini og þar. Já. Sem er svona risa svona art sub. Já. Og maður var bara að slæta þessu fucking Bambi, sko. Þú veist, göturnar er ekki built for this. Já. En þú veist, við fórum bara alltaf í Uber, skilur við. Já. Þannig að vorum ekki mikið úti. En? Já. Geggjað, bara ógeðslega festiv og það er bara, ég held að París sé bara upp á allborgið mín, sko. Já. Elska París. Ég skil ekki fólk sem heitar París. Er fólk með heita París? Já, fólk er alveg með heita París. Bara upp á þessi skítugt þá, eða? Já, þessi skítugt og overrated og eitthvað þannig. Já. Bara það er svo ekki málið. Þetta er svo mikið vægt, sko. Þá hefur ekki farið til París, skilur við. Og rétt staðina og eitthvað þannig. Nei. Þetta er bara, já, geggjað. Líka kannski bara eitthvað réttum tíma. Einmitt. Þú veist... Ég held að París er alltaf geggjað. Já, París er alltaf geggjað, Já. en þú veist, að þú ferð kannski á okkur svona tíma, svona ógeðslega margir túristar eða eitthvað þannig, ég veit ekki. Já, að þú ferð á túristasvæðin og ert bara að chilla þar. Það Já. er alveg reynd. Já. Og gallería, svona sem er bara eins og Selfridges. Það er alveg hræðilegt að fara eins og núna, þú veist, á þessum tíma ás. Það Já. er bara ekki hægt að vera þar inni. Nei. Þannig að maður á bara frekar fara í labbigötunar, skilju. Já. Það er ekki túrismin eins mikið. Ekki eins mikið, nei. Nei. Það er Hann satt, er eiginlega beint fyrir svona Eiffel á hana, það er þjók Giraffe og þar hana, svæðinni. Og hann er hjá Lúr, safninu mikið. Já. Og svo gallerías. Bara hjá, já, og svo gallerías. Og þeir eru götu, skilju. Svo eru fullt af öðrum götum sem maður þarf ekki að fara í gallerías, skilju. Það er bara gaman. Já. En guð minn góður. Ég held að skrautið var nýkomið upp núna. Ok. Það löpum minni í gallerías. Það var ekki hægt alveg. Ég var að reyna að kaupa mér, þú veist, eitthvað í snirtirudeldinni. Ég komst ekki áfram.
Það var allir að horfa á jólaskraut. Já, en alltaf kemur alltaf árlega eitthvað nýtt þegar fólk er svo spennt. Og stóðu bara allir bara að horfa á og taka með því og bara, hvernig kemst ég í gegn? Oh my god. Þannig að maður komst ekki í neitt, en ég náði ekki að kaupa jólakúlu fyrir okkur á hana, því að það var bara ekki hægt að vera þeirri deild. Þú meinar. Já, smá sad. Já, sad man. Sad man. En nú styttist óðum í desember og næstu viku. Já, næstu viku, náttúrulega stór vika framöndan, þú veist, Black Friday og föstudaginn, you guys, og svo náttúrulega Cyber Monday og Mondaginn og maður bara smá svona ready, set, go, skilur þú veist hvað ég meina? Já, þetta svolítið svo leist, þannig að bara búið ykkur undir það, veist, verið ready, að því að þetta bara svona, þú veist, ég veit þetta maður bara, já, nýta afslutana, en gera það samt jálunni, því ég alvörunni sparið ykkur pening. Já. Veistu, maður lætur stundir svona fram í þessu fara. Ég þar. Ég ætla að gera það, ég ætla ekki að gera það núna. Þú ætla bara núna fyrst að gera það? Já. Já, bara flott. Og það líka að byrja á mörgum stöðum, skilur. Mjög mörgum, sko. Ég veit, ég fór að kaupa daginn jólagjöf, og ég ætla að býða þetta föstudags og tjekka ég bara heimasínu, ég bara, þau eru byrjuð, ok? Já. Það var, kaupa það núna, skilur. Já, ekki það veit. En alltaf margir okkar styrþræðarlega sem að taka þátt í Black Friday sem við munum segja ykkur frá, en náttúrulega við líka. merch.tebúð.is, það getur fengið tote bag og dyrhúi. Við eigum það inni og það er frábær jólagjöf fyrir alla sem eru kringum ykkur sem eru tebúðsbæstis. Þannig að ekki, mér finnst það líka þannig gjöf, svona nís. Já, mér finnst það nís og mér finnst það svona, oh my god, ég þekki þig, ég veit þú hlustar á þær, skilur þú veist, þóttur, ég veit ekki, þetta er eitthvað svona, ég gaf henni svona hófi, vinkun okkar í gjöf, eitthvað svona Team 10, eitthvað hálsmenn frá Jake Paul, ekki á hann elskaði Jake Paul, þetta var svona joke að því ég vissi, og hún var búin að horfa á okkur YouTube-myndböndar og hann fannst það svo ógeðslega cringe, þannig að mér var svo ógeðslega að finna að gefa hann merchið hans. Já, þannig að ef ykkur þekki eitthvað sem að finnst við vera cringe, gefið þeim tótbæk að þetta eru. Nei, ég bara segja þetta er svona, ég hugsa actually til þín, þú veist, þetta er skemmtilega, en við ætlum að taka þátt líka í Black Friday, þannig að það geti kíkt inn á merch.tebúð.is. Við ætlum bara að byrja í dag, það er mjög ykkur Við erum byrjar, þannig að check us out. En þannig já, það eru margir búin að biðja svona einhverja jólagjafa hugmyndir, eðlilega, því að ég elska að fá hugmyndir frá öðrum. Já, maður verður einhvern veginn bara svona allt í vinnu, fær maður enga hugmynd. Já. Og maður bara svona, ég veit ekki neitt. Já. Þannig að já, það er geggjað. Og þú veist, ég elska líka þegar við tökum svona saman, því þá er ég bara svona, okay, I'm gonna get shit done. Satt, bara let's go. Já, og maður verður inspired af að hlusta, maður verður inspired af ótrúlega margir sem ég er búin að sjá á TikTok að posta svona my wishlist, bæði erlendir og íslenskir og bara I love it. Mér finnst ógeðslega gaman að sjá hvað er á ósklistunum ykkar, að það bara gefa mér hugmyndir og alls konar, þannig að við ætlum aðeins að fara við það, en að því vorum að tala um Black Friday, þá er Blush til dæmis, þau eru byrjuð. Já. Þau eru byrjuð, sko, með svartan blussara. Svartur blussari, ég elska þetta. Já, og það er sko 80% af völdum vörum og lagersala bara alla helgina. Það er iconic. Já, það er iconic. Þetta er svona alvöru Black Friday tilboð. Þetta er það og og ef þú ert með eitthvað svona, þú veist, 80% þið getur fengið vöru þarna á eitthvað klink, sko. Þannig að ef að ég hef heyrt að nokkri sér að gera svona, til dæmis svona make your own advent calendar jóladagatal með, þú veist, makanum sínum. Þá er þetta kannski kaupa einn pakki, það er náttúrulega skógjöfin eða bara pakka kottan fyrir aðfundagskvöld. Það er rosalega sniðt. Skilur, eitt svona þú er eitt pakki undir kottanum, ekki bara undir trénu, heldur líka undir kottanu. Eitt svona kottakjöf. Já, svolítið skemmtilegt. Alveg skemmtilegt. Já, þannig að þú veist, nýta það, þú veist, þið getur núna fundið vörur og blössin náttúrulega bara með, þú veist, hágæða vörur, þannig að á 80% afslætti það er trublað. Jöps, alltaf 80% afslættir. Já, bara, það er ekki auðvitað. Þannig að ekki blöss. Nýtið ykkur það, við ætlum aðeins að fara yfir þetta, ekki? En annað sem náttúrulega líka í gangi helgina er að það er Thanksgiving. Rétt. Ég er bara að kreyfa Thanksgiving mat. Ég sá búin að fá það tvisvar. Já, þú búin að fá það tvisvar, já. Já, ég elska Thanksgiving mat. Og ég sá að það geggjað bara úrvali hagkaup. Það er það. Ég er búin að vera svo mikið í hagkaup síðustu dag. Ég lítur held ég búin að fara núna einu svona dag í svona viku. Og ég er alltaf að sjá, þú veist, í kalkúnskipið og eitthvað svona, ég er bara, oh my god, þetta er svo gerðinlegt. Þetta er alveg uppáhaldsmaturinn minn. Já. Svona kalkún og einhver fylling og sætakartöflur og sósa og sulta. Ég fæ ekkert betra. Nei, þetta er svo gott, sko. Þetta er svo gott. Ég fekk Thanksgiving mat núna helgina. Já.
sá það? Já, og þá var fyllingin frá Hagkaup. Vá, koma góð. Lúka ekki eðalega vel. Ógeðslega gott, sko. Þannig ég mæli sjúklega mikið með að ætla að fara að halda einhvers konar þakkargjörð, eða bara ángurs gera ykkur það í kvöldmatt. Not even joking. Bara kaupið, þú veist, lítið kalkunskip og smá fyllingu. Þetta skip, við vorum þegar við gerðum svona skip, þá voru 6 skilur og það bara kláraði, sko. Og svo líka bara geggja eiga svona í afganga í marga daga. Já, bara geðvikt, sko. Þetta er ógeðslega gott, þannig að kíkja í Hagkaup fyrir Thanksgiving. Endilega. Ok, við ætlum að koma með svona smá innblástur, en smá tvist í þessu. Já, við ætlum að koma með svona jólagjáfa hugmyndir. Ef við ættum ekki svo, hvernig orðum við þetta? Hvað mér myndi langi ef ég ætti ekki? Já, það, nákvæmlega það. Hvað okkur myndi langi ef við ættum það ekki? Af því það er svona meðmæla dæmi. Mér svo oft sem að ég á eitthvað, þá langar mig að gefa vinkonum minna. Ég nefnilega þar og ég geri það. Já, ég líka. Bara, þú veist, og svo ég kaup mér eitthvað. Nema þú ert erfiðust, sko, að við eigum svo mikið að sama. Já. Fattur að ég get ekki verið bara, henni vantar þetta, að við eigum það yfirleitt báðar. Já. En þú varst líka mjög erfið, sko. Nei, já, en ég tala þú veist, með flest aðri kringum mig sem þú veist, ég vinn ekki með og kaupum okkur ekki hluti saman, þá er þetta auðveldara. Já. Geti gefið eitthvað svona sem að ég á. Ekki, já. Einmitt. En já, þannig að þetta er það sem okkur myndi langi ef að við ættum það ekki. Já. Eitt sem að, fyrsta listur á mínum, það sem fæst í Hagkaup líka, eru woodwick-kerti. Já. Ég er sammála. Ég elska þau. Og hvað heitir lyktin? Þetta er eitthvað svona grenilykt. Já, þetta er sko, það er líka, hinn lyktin er líka æðis. Nei, það eru geggjaðar, það er bara allar, en það er, þú veist, grenilyktin er alveg beyond. Það er bara eins og vera með alvöru jólatrí heima hjá okkur, fyrir ykkur sem er eins og við Sunnuva með gerfi. Já. Þá er þetta bara smá must. Nei, alveg, ég þarf að beint að kaupa mér þetta, sko, ég kann það búin að. Já. Ég alveg leita þessu, ég fann það ekki. Það stendur hérna Fraser Fur og jól, ætla að segja ekki það. Jú, getur verið. Svona F-I-R. Já, getur verið. Það er grænt allavega. Það er sko eitthvað annað grænt sem er það er nokkuð græn. Já, nokkuð græn. Ég var að lykta af nokkurum í Hagkaup í gær. Þetta er alltaf eina sem heitir jól, sko. Ok. Þannig að það lítur að vera það. Já, örugglega. En það er satt. Það er mjög gott og líka bara ilmkerti alltaf. Já. Mér finnst ilmkerti alveg alltaf vera, ég er alltaf ána með það. Já, ég var ekki þar einu sinni, svo núna er það bara uppáhaldið mitt. Já. Af því ég kaup mér þetta aldrei. Nei. Ég bara, ef ég fæti gjöf, þá er bara yes. Og sérstaklega svona vegleg, eins og þessi Woodwick, eins og Diptyque og þú veist, hinn Republika, eitthvað mann ekki hvað heita, þú veist, svona vegleg, flott, Pinterest, kertin. I love it. Þetta er bara skart heima þér. Já. Þetta er svo cute. Og líka bara, það er bara allt betra þegar maður kveikir einu ilmkerti. Gríns. Það er svo cozy. So nice. Ég með efstu mínu lista eru Skims náttútt. Ef ég ætti þau ekki, þá væri það efstu listan. Og hvað áttu mörg? Já, það er svo mörg. En núna með við náðu piparköku. Já, ég er svo spennt. Já. Ég næstu ég farin í því í senstu viku, svo er bara, nei, ég spara þau. Já. Nú ætla ég að fara í þau. Já. Ég elska þau. Ég á nokkur, já, en það er líka bara að segja til hvað ég elska þau alveg ógstlega mikið, þú veist, ég bara hata að fara í eitthvað annað heldur en Skims náttúrun mín. Sammála. Það er bara þau. Já. Bara bestu. Þau eru æði. Já. Ég er með númer 2 hjá mér, Fatti glös, af því ég er mjög mikil glasa áhuga kona, já. Ég alveg stoppa mig að fara á suma staði eða léleg glös, sko, þannig að það er svo fyndið. Já, er það fyndið? Er það skrítið? Mér finnst það fyndið. Já. Bara hafa húmor fyrir þessu. Þú veist, bara pælir ekki í þessu sjálf. Jú, þú veist. Myndi það ekki bara turn you off? Jú, maður sem þú vorum í London, þannig á staðinu sem við týndum myndalinni. Mástu við fengum, þú fæst bara eitthvað svona alveg horror. Bjórglas. Já. Fyrir kampaðinu. Já, það var alveg galið, sko. Þannig að auðvitað pæli ég í því þegar svoleiðis, svona mjög áberandi hluti gerast sem er svona, þetta er mjög off. En líka bara það færður fyrir að glasi þetta í svona vínir í svona ógeðslega þykku. Já. Bara glasi með engan fæti eða eitthvað, skilur. Já, það er ekki næst. Það er ekki eins gott. Nei, ég er alveg sammálaður, sko. Það er svona meiri upplifun heldur en bara eitthvað að fá sér áfengi, skilur. Ég verði að vera svona með fínt glas. En já, ok, ég er alltaf mjög skrítið með þetta. Þannig að ég elska að fá falleg glös. Já. Ef þú ættir ekki falleg glös, þá verður það bara efst á listanum. Já, og það er alltaf. Já. Þú veist, ég bara sama, ef þú sér bara eitt skemmtilegt glas, þá er ég svona, ég er sammálaður. Ég elska að fá mér eitthvað nýtt glas, þó að sé bara eitt, skil, ég þarf ekki að safna alveg 6. Ég bara elska góð glös. Og bara skemmtilega öðruvísi, þú veist, þú varst alveg með bollasafn. Já, ég elska bolla líka. Já.
elska góða bolla, því að mér bolla líka eins og oft rætt, það er öðruvísi hvernig kaffið er í góðum bolla. Í hvað bolla það er í, já. Já, og ég bara hata suma bolla því að það er bara vond, skilur. Ég hata, sorry guys, ég veit, ég móðga svo marga, en kaffi er ekki af gott í múmínálóbolla. Ói, nei, svo sammála. Right? Ég vil það vond í því. Já. Bara, ég veit, ég móðga ókslega mikið af fólki og bara, I'm so sorry. En það er eitthvað við, þú veist, textjúrið, það er ekki múmínálódótið, skilur. Nei, það er eitthvað, þetta er svo ókslega beint já, og eitthvað svona, og mjólkin flóast ekki, einhvern veginn, hún verður ekki flöt. Já, það þarf að vera smá svona kurva, skilur, jú, 100%. Ég er bara svona, þegar ég þarf að nota hann bolla heima, ég bara fengi henni, þú veist, gjöf frá okkur skilur. Já. Bara... Nei, alveg, kaffi verður flatt í þessum bolla. Já, það verður það. Ég er alveg samanlega. Já, þarft kúftan, sko. Já. Ég hef aldrei ástöðum bolla, sko, en mamma mín á... Þú hefur fengið kaffi í svona bollum, já. Og það er bara eitthvað öðruvísi. Og ég er álíka bara, þú veist, geðið mikið af bollum sem ég svona, mér langar í svona kaffi í dag, sko. Það sem fróðan verður geðið mikið og eitthvað. Þannig að, já, kannski erum við eitthvað mjög spesifika á það, en prófa að pæla í þessu. Nei, ég er alveg... Rómantasi skilur kaffibóllan. Já, þess að núna er ég að fara niður í geymslubræðum og ég er að fara að sækja jólabóllana. Og minn er ennþá bara uppi. Það? Ég pakka hann alveg inn, sko. Já, ok, já, hendur ekki svona. Nei, ég hendi ekki eitthvað svona þar. Ég er þetta með dálítið mikið pláss fyrir bollana mína. Já, ekki ég. Hann áttu ekki bara ennþá einn? Nei, ég fekk einn í jólagjöf. Hann ég á 2, ég skal bjóða þér kaffi. Takk. Og hérna... Já, ennþá bara einn, ég þarf alveg að pá annan. Já. Við erum að tala sérst Royal Copenhagen jólabollan. Já, það er alveg gaman að eiga smá í. Ætla að sé ekki örugglega sami. Það er sami. Thank God. Ég tjekkaði nefnilega. Ég væri reyndar alveg til í að eiga öðruvísi. Það er enda verið gaman. Já. Ári. Já, það væri alltaf nýr. Það væri æðisleg hugmynd. En ég skil koncept að vera með sama upp og maður getur safna sér. Já, en mjög geðvitt að vera þá bara með kaffibúð og það er allir öðruvísi. Það er enda geðvitt, það er svona Ralph Lauren-y. Já. En hérna, já, þú veist þannig að ég ætla að segja með kaffibúðan, sorry við sem ennþá on that topic, við erum eftir að vera hérna í allan dag, sko. Já, ég held að. Hérna, ég svona, þegar ég hugsa kaffi mitt núna í desember og ég hugsa það í þessu bolla, ég finn jólabragðið í. Ég líka. Og það er engin sérstök ástæða en hún er í jólabolla. Já. Ég er svo spennt, sko. Nótan. Ég er alveg búin að taka niður og allt, sko. En ég er ekki ennþá búin að jólaskreita. Nei. Þannig að þegar það gerist, þá fæ ég með kaffi. Ertu búin að setja bjólatréð þitt? Neip. Oh my God. Ég veit ekki hvað að gerast. Þetta er crazy. Ég veit það. Hvað er að okkur? En sko embla er bara hvern einast það, bara jæja. Skil það, ég held ekki að þú væri bara búin að því. Já, þú veist, ég er bara ekki búin að hafa mikið tíma fyrir neitt svona. Nei, þú ert búin að vera mikið í bústanum og svona. Já, mjög mikið. En hérna, takk, það er hérna að klára. Þið voru líka að kaupa bústað fyrir hann? Nei, ég vildi fyrir hann. Við ætlum að gera það. Það ekki? Jú, við ætlum að gera það. Það er ekki mögulega bara að láta skreita garðinn. Er það hægt? Bara trén og eitthvað, láta setja svona jólasýrjur og það. Þannig að bara sitja alltaf í gang bara. Já, það væri svolítið cute. Það er sniðugt. Ég elska það. Það væri draumur. En hérna, nei, ég er ekki búin að jólaskreita, en ég er mjög spennt. Hvað ert þú með annað? Fallegt viðabretti. Já, það er mjög góð gjöf. Já, eins og ég nota alltaf mitt hana stóra sem að þið séð kannski hérna tapasmyndböndunum mínum. Þið fengu það bara í jólagjöf frá tengdó og það er bara æðislegt. Ég muna að það er eitthvað svona gæi sem er á Instagram sem er að gera þetta svona personalized og getur svona personal skilabóð og eitthvað. Já, það er bara svona brenna í svona. Já, svolítið skemmtileg gjöf. Það er mjög krútlegt og eins og hjá þér stendur alveg svona frá þessum. Já. Og það er alveg gaman að þetta sé svona, ef við erum búin að skrifa kveðjuna á. Já, eða þú veist það gæti verið bara njótið eða bon appétit eða bara eitthvað. Einmitt. Það er alveg krútlegt, sko. Já. Þannig að það er að gera þannig. Það er mjög góð gjöf. Og líka bara, þú veist, bara eitthvað bretti, skilur. Það er alltaf gott að eiga góð bretti. Þú veist, ég ætla alltaf þurfa bretti. Þegar ég á 2 bretti, ég var alveg til að eiga annað, sko. Já. Klálega, samlega. Ég skrifaði líka hérna, þú veist, ef ég væri ekki, ef ég ætti ekki, þá myndi mig klálega langi Pandora armband og langa í charms á það. Þannig það er líka, þú veist, alveg svona skemmtilegt að eiga eitthvað svoleið sem fólk getur gefið í. Þannig að ég skrifaði það. Ég er með matcha set. Já. Ef þú ert svona gæla sem drakku matcha, þá er ekki fyrir okkur að fá svona matcha set, svona alltaf að gera heima. Ertu ánægð með þitt? Já, mjög. Já, það er svo cute. Það er gott. Það var svona eina sem ég vissi þið langaði í og svo keyptir það, ég bara, Ég var alveg búin að eiga 2 þannig, eða ekki? Nei, ég keypti mig þetta fyrst. Þú keypti mig þetta, já. Já, ég var bara búin að nota eitthvað svona random shit. Já. Ég átti alltaf pískin og eitthvað. Já, þú átti bara svona staka hluti en ekki svona set. Cute set. Já. En það er líka ógeðslega flott. Já.
góður sloppur. Það líka næst hjá mér. Það ekki? Jú, finnst þetta svo saman stað. Bara, þú veist, að því að ef ég ætti ekki eitthvað næs slopp, þá væri það mjög ofalega. Þú veist, ég vakna mótana núna og þetta bara flíkin sem ég fer í þang til ég þarf að klæða mig. Sástu bleika Kensen sloppin? Nei, þú ert að djóka. Ég er ekki að djóka. Þú veist, Kensen, akkur að gera þetta samt? Því að nú þarf ég hann. Ég þarf hann. Já, ég má ekki marga samt. Nei. Ég sá hann, ég var bara hætti nú alveg. Ert að djóka? Nei, ég er ekki að djóka. Og hvað það er pirrandi. Já, ég elska hinn. Já, en ég sá bleika, ég á engan bleika. Nei. Ég var að reyna að réttláta fyrir mig. En samt ekki. Var ekki búin að sjá það. Ég sá það á okkur myndi í stóriðum, ég veit ekki hvað sem komin, sko. Nei, hann er ekki komin. Ég sá svona í glitta í einu úr okkur myndatöku. Það er eitthvað verið að tísa, já. Ói, hvað það er pirrandi. Ég veit. Það veit ekki þegar ég fá svona tilfinningu svona, nei, hættu nú, alltaf með þetta. Alltaf þegar við fáum okkur eitthvað og það er ekki bleiku, þá langar okkur í bleiku útgáfuna því, skilur við. En hann er greinilega ekki komin. En ég sá glitta í hann. Ég sín stelpar mér bara, það er að koma bleikur. Já, ok. Heyrðu það fyrst hér. Já, þá erum við komið þá, skilur okkar. Já, en ég menna, þú veist, þá bara, sloppur góð gjöf fyrir alla. Geggjugjöf. Þá bara getur gefið ykkur brúna. Hvað heitir eftir okkar en hinn? Skeims tekla. Tekla, já. Já, tekla er mjög góður. Ég á ekki tekla. Þú átt ekki tekla? Nei, ég á ekki tekla. Já. Ok. Þannig að þú veist, það er alveg á ósklistunum, en þú veist, það er svona gjöf sem ég er búin að gefa geðið oft. Já. Fyrstu þegar vinkonum mín eiga eitthvað ammali eða eitthvað svona. Ég held ekki á að mér höndistígulinn frekar síðast. Já, þau vorum að velja á milli. Já. En sem ég myndi setja á lista, ef ég ætti ekki góð stígvél, þá myndi ég alveg hafa þau á lista, því að ég greipi þau oftar en ég held ég myndi. Já, þú ert líka búin að í svona bústæðum. Það er svona tilvalið fyrir það. Ef maður fyrir bústæð, þá tek ég alltaf höndistígulinn mér með. Já. Þau eru líka bara svo cute. Það eru það, sko. Næst hjá mér er svefngríma og silki kottaver. Já. Ég elska að fá fresh svefngrímu. Já. Þú ert alveg þar. Ógeðslega mikið. Já. Þannig að það er ógeðslega næst og alltaf gott að fá nýtt silki kottaver líka. Það er bara mjög gott. Það er svona cute pakki. Já, þetta er ógeðslega cute pakki. Já. Ég líka með, þú veist, annað sem mér finnst alltaf bara svona geðveikt vegleg og góð gjöf er falleg rúmföt. Það er alveg geðveikt. Það er geðveikt gjöf, þú veist, það er svona, wow. En það er samt eitthvað svona, mér finnst erfitt. Það er að velja. Já. Ég þurfti til að vera með nákvæmlega hvað ég vil. Já. Að ég oft fengi rúmföt og ég bara svona, ég þarf að skila þessu. Ég veit það. Það er alveg svona smá erfið við þetta, en ef maður þekkir manneskjuna það vel að maður getur svona... Og veit nákvæmlega kannski. Já, eins og ef þetta er kannski mamma og pappi, þú veist alveg hvað þau fíla heima hjá þeim. Og líka þess að ég var alveg fyrir þig, ég veit alveg hvað þú fílar. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er svona, maður getur alveg svona. Já. En það, ef ég ætti ekki góð rúmföt, þá væri það listan mér. 100%. Sammála. Hjá mér næst er ylvatn, mér finnst það alltaf geggjugjöf. Ylvatn er, ég líka með ylvatn. Það tímir ekki ofta að kaupa sér nýtt ylvatn, skilur, og svo gaman að fá það í jólagjöf. Já, ég er líka með ylvatn, sko. Ég skrifa það, af því þú veist, einmitt, þetta er kostnaðarsamt. Það er það? Já. En báka ég elska ylvatn. Báka ég elska ylvatn. Ertu með eitthvað ylvatn núna á óskalistanum? Já, ég var að klára upp á aldrei mitt. Frá Lancôme. Já, einmitt. Veitu, ég var að tjekka. Það heitir eitthvað Lancôme, La Vie est Belle Vanilu. Já, sem þú fekkst þarna, já, ég fekk það daginn. Og ég kláraði það strax að ég gati ekki hægt að nota það. En það er uppselt núna, það er á leiðin tilbaka svo að ég er bara, nenni að láta mig vita þegar það kemur, að því ég er bara, þetta er besta lykt sem ég hef ekki. Og þessi lykt mun líka minna með svona á þetta tímabil, skilur. Ég elska að vera með svona nýja lykt á hverju tímabili. Þannig að hún er klárlega á mínum óskalista, en þér. Hvað lykt mér langar í? Vá, ég var til að eiga hana, mér finnst hún mjög góð, Lancôme lyktin. Svo bara, þú veist, svarta Carolina Herrera, þú veist, hælaskórin. Hún er ekki. Já, hann er búinn og ég sakna hans. Hann var alveg listur mér, sko. To be honest. To be honest. Líka hana börburilykt þessi mamma hérna núna. Ég veit það. Sýður langar okkur í hana. Já, ég veit það, hann langar fárlega mikið hana. Hún var svo góð. Ógeðslega góð lykt, hvað rugglaði það? Ég veit ekki hvað hann heitir, mér er Burberry, ég þarf að komast það. Nei, við þurfum að koma staði, sko. Já. Við erum búin að finna 2 manneskjur með þessu lykt og við erum bara að vera váka góð lykt það. Já, svo maður ekki að hára okkur live-sjónu. Já, einmitt. Eitt sem er samt alltaf næs, bara svona, þú veist, ef þið vantar einhver aðra hugmynd svona til þess að fylla upp í, er gjafabréf út að borða. Eins og á tapasbarinn. Það er frábær jólagjöf. Við Sunnefa ætlum að gera okkur jóladag og fara þangað í jólamat. Já, smaka jólaseðilinn. Þannig að þú veist,
ef þú ert til þess að gefa pari eða eitthvað, bara gefa þeim, þú veist, þetta í date night, skilur. Já, ég hef líka oft gripið í þetta fyrir mömmu og pappa, skilur. Svo sniðut. Já, því þau bara svona, vilja ekki neitt. Það eiga allt. Já, en ef þú gefur þeim gjafabrif, þá fara þau og gera þessi date night, skilur, sem er geggjað. Það er geggjað, sko. Þannig að auðmæli með að gefa tapas. Já, mæli svo mikið með því. Svo náttúrulega alltaf bara, þú veist, manni langar alltaf í sama í tengslu við, þú veist, þessu ylvatnaðanni, þú veist, það er ógeðslega gaman að fá make-up. Já. Finnst það ekki? Og líka sérstaklega svona frá vinkonu sínum. Maður er svona, ok, vá, þú valdir þetta einhvern veginn, þú veist. Og bara, þú veist, ef ég ætti ekki the brow glue, hann að nýja frá NYX. Já, nei, það er best. Þá myndi ég vilja það. Já, það var á mínu lista. Já. Og líka, Buttermelt highlighterinn. Já. Hann er geggjaði fyrir svona jólinn hormótin, skilur svona það season, já. Hann er bara ógeðslega cute og líka setur hann augnlokin og eitthvað. Og líka bara eins og við töluðum smá í síðasta þetta, því þú veist, svona make-up er coming back. Það væri ógeðslega gaman að fá, þú veist, NYX palettu. Já, mitt. Þú veist, að fá bara augsúkapalettu. Já, bara fá smá glimmer og make-up, eitthvað svona, ég ætla að pröfa þetta á milli jól og nýjárs, eitthvað svona, þú veist, áramótunum eða eitthvað. Algjörlega, sammála. Svo líka, must frá NYX Epic Ink eyelinerinn. Já, hann er bara alltaf. Já. Líka ég væri til að fá hann þó ég á hann, skilur. Já, nýjan, af því að, þú veist, ég er frá klána hvort það er. Já, og saman með micro brábleit. Já, og svo Lip IV frá NYX. Já, life changing. Lipsteinin. Það er iconic. Það er iconic. Anna, það er eitthvað sem okkur myndi langi, ef við ættum ekki. Ég er líka með, þú veist, bara mér finnst alveg gaman að fá skart. Já, það er geggjað að fá skart. Já, það er uppáhald, ég byrði alltaf benn sem skart núna. Já, það er ógeðslega gaman. Já, ég byrði að safna ekki að mjög skarti líka, þess að mér finnst það best. Og líka það minnst það svo sentimental. Þú veist, þú setur á þig ég gaf þér arbandi fyrir það, var það ekki? Jú. Já. Þú veist, þá er þetta svona, þetta var byrstu. Þú veist, minnst þetta eitthvað svona, þetta er svona smá sentimental. Það var cute. Já, finnst það ekki? Það hefur svo fyndið að ég gefið það líka. Ég ætlaði að gefa það. Já. Vel, en þú gafst mér eitthvað sem ég vantaði. Já, múbútin. Já, og svo ég var að hugsa afmælisgjöfina, þú gafst mér kortahaldarann. Já. Það var eitthvað sem ég vantaði. Þið vantaði það. Já, ég veit. Ef ég ætti það ekki, þá myndum við langa í flott kortaveski. Kortaveski er geggjugjöf. Það er geggjugjöf, já. Það er eitthvað svona sem að maður fattar ekki að kaupa sér, finnst mér. Nei, alls ekki, sko. Ég hef alltaf ekki kortaveski í gjöf, eða þú veist, í jólagjöf eða ammálsgjöf eða hvað. Það er líka ekkert eðlilega flott, en þú ert líka með svona, þú ert með aðeins meira veski. Já, ég ásann líka Gucci, fennsika með það. Já, það er cute. Hann er tvís að gefa mig svona lítið veski, en ég á mjög uppáhaldum mitt, sko. Já, svo Fenssi sló í gegn með það, sko. Ég vissi ekki að mér langaði í þetta og hann bara fann þetta mjög bleika veski. Og ekki líka selum sem er ógstæðilegt. Þetta er geggja veski, sko. Svo flott veski. Ég er bara enda í sjokki hann gaf mér þetta. Því ég var bara, hvað er þetta að gefa mér? Bara því ég opnaði pakkan, svo var ég bara, what? Ógstæðilega mikið, það kemur ógstæðilega mikið óvart. Já. Ef ég ætti ekki, þá, ég með skrifa niður svona overnight sleep, overnight curls. Já, ég líka með það hjá mér. Mjög sniðugt. Og svona silki bonnetti yfir til að passa hárið. Já. Það er svo geggjugjöf. Það er geggjugjöf, ef þú átt ekki bara, oh my god, það er eitthvað sem þið áalega langi. Það er bara game changer. Já. Þannig ég mæli, bara það var á listanum mínu. Og ef við ættum ekki, við vorum að fá nýja svona Instax mini-vél. Já, Polaroid. Polaroid, bleika. Þannig að ef við ættum hana ekki, þá myndi það vera ósklistanum mínum. Já. Elskum hana. Og Reykjavík Fótó bara. Brenda strax. Já. Það getur fundið alls konar skemmtilega gæfir hjá Reykjavík Fótó. Ég bara mæli mjög mikið að kíkja þangað. Já, fullt af einhverju Black Friday dæmi í gangi núna. Já, nákvæmlega. Og kíkja á það. Svo líka bara allt svona loð. Já, allt frá Feld. Allt frá Feld, bara sorry, bara myrkvi og fura frá Feld. Það væri á listanum mínum, ég veit það ekki. Þó að mér langar í svarta myrkva, já það ekki. Já. Og hvíta furu. Já, vá. Alltaf langar í hvíta furu. Mér langar í brúna myrkva eða hvítan. Já. Að því ásvarsta. Já. Og svo langar mér óslega brúna furu. Já. Til þess að byrja með því, að því á enga furu. Já, ég á brúna. Já. Mér langar hvíta. Já. Elska þetta. Já. En svo líka með loðvesti. Það er ógeðslega flott. Loðvesti hana. Ógeðslega flott. Og líka bara hárböndin.
geðveik. Já, í alvörunni, ef þú veist ekki hvað þig langar í og þú veist ekki hvað þú segja fjölskylduna eða þú veist maka henni skrifa bara feldur. Segðu bara eitthvað frá feld. Nei, en líka, ég þekki margar sem er bara beðum gjafabréf frá feld. Þú veist að þá fyrir kannski mörg gjafabréf, þá áttu kannski upp í furu. Já, einmitt, true. Æskilur, þú veist, það er alveg sniðugt, þannig að ef þú beður bara gjafabréf frá feld. Já, það getur sniðugt, sko. En ég líka bara, eins og ég hef verið að gefa stundum, þú veist, ég hef verið að gefa ömmum og öfum og svona þannig, þú veist, þá finnst mér líka mjög sniðugt eða bara svona auka gjafir þau eru með kjút lyklakippur hjá feld, skilur. Líka bara góða hanska og góða verði og já. En það er líka bara geggja fyrir mömmur og skilur 100%. Og svona loð á hausinn, elska þannig. Ég er líka með hana límmiðaprentari, já þannig, en það er kannski bara notan, en það er geggjugjöf. Það er geggjugjöf. Það er svona kjút. Ég er með ljósmyndarprentara. Já, mér vantar hann. Já, hann er á þínum óskulista. Hann er búin að vera það í mörg ár, einhvern veginn gleymið kannski alltaf að sitja aftur á hann. Já, örugglega. Þetta er eitthvað sem mér vantar. Já, maður gleymir því, einmitt, já. En ég nota minn, sko, alveg hlægilega mikið, bara, þú veist. Ég er líka alltaf að senda ykkur, nennið að prenta þetta fyrir mig, þegar við erum að gera eitthvað fyrir ykkur, skilur ykkur baby shower eða eitthvað ammali eða eitthvað. Af því það er bara svo ógeðslega easy. Já. Þú veist, þetta er bara literally bara setja hann saman, þú veist, já. Þannig ég mæli svo mikið með eitthvað svona lítinn, líka sem bara svona fyrirfæra lítið, ég hata að hafa prentara heima á mér, ég veit ekki. Þú veist, þetta er bara fyrirfæra lítið og eitthvað svona. Nei, þetta er bara svo snið, sko. Já. Þannig að líka bara gera svona gjafir persónulegar, þú veist, vinkonum mín sem á svona, hún gerir alltaf svona klemmu á pakkan og setur svona mynd á okkur, skilur, á pakkan. Það er svo sætt. En okkur geta gert þetta. Það er ógeðslega kjút. Það er ógeðslega kjút. Það er svo sætt. Þetta er bara, já, einmitt. Ég veist að gefa mér hugmynd. Já, fyrir mig. Já, ljósmyndarprentara. Nei, þú veist, með Já, með pakkadóti. Já, þú veist, ég var sko búin að ákveða ég ætlaði að gera svona eða svona strimla stelpunum sem gaf mig, en það er kannski bara sniður að korti sem mynd af manneskinni með ykkur, með emblu eða með, bönnunum með eitthvað. Það er alveg cute, sko. Það er mjög sniðt. Good call. Ef ég ætti ekki cover á AirPods mín. Já, það er alltaf verið að spyrja mig hvað er í fekk mín. Alltaf. Við keftum þetta á Amazon. Já, en þú veist, ef þú átt vinkonu, eða þú veist, eitthvað svona, ef þú bara þú sjálfur, átt AirPods, þegar langar í þetta, sett þetta á listan. Já. Það er kannski ykkur að fara erlendis, eða kannski er þetta eitthvað stað til á Íslandi. Einmitt, já, það gæti alveg verið, sko. Þú veist, þannig að alveg sniðt að setja þetta á lista sinna, þegar þú veist, eða cover á myndæluna eina. Já, einmitt. Cover á tölvuna eina, whatever, skilur þú veist, þetta er alveg cute að því ég elska mitt. Já. Ef ég ætti ekki, þá væri það á listanum mínum. Sammála. Það er geðvægt. Já. Og bara svona góð heyrndól, sko. Bara... Já, ángríns. Það er alltaf gott að vera góð heyrndól. Já, það er alltaf. Já, ef ég ætti heyrndól mín, já, klála, þá væri það þarna. Já. Auðvitað. Og Apple-Watch. Já, en líka ég reyndar að skrifa þetta sem ég fyrir þig, því að ég er búin að tína mínu svona, þannig að mér langar, þú veist, núna aftur í þetta, en þú átti þetta, svona lítill ferðaháttalari. Já, einmitt, já. Ég nota minn ógeðslega mikið sem ég keypti mér daginn. Já. Hann var ekkert eitthvað dýr, þetta var eitthvað JBL, bara eitthvað hátalegri. Og það til bara geðið sætir bleikir, já. Og ég keypti þetta fyrir eitthvað gelluferð og ég er bara alltaf með hann núna, þú veist, í öllum gelluferðinum. Og hann kemst svo geðið vel í bara töskuna og eitthvað, ekki tungur en eitthvað. Og hann hlæðist í sama á símiðin, skilur. Já, bara easy. Já, það er ókslega næs. Vá, það er geggjugjöf. Hann ferðahátalegri. Það er alveg, þú veist, eitthvað sem að í rauninni skrifa niður fyrir þig. Já. En mig langar í. Þannig að það er mest að mjög góð gjöf, sko. Já. Líka okkur vantar alveg svona eitthvað sérstakandanir fyrir padelið. Vantar okkur? Já, það verður eitthvað, við verðum bara að muna að koma með það. Já, hann verður bara að vera þá sér í tösku. Ég segi það bara í padel, bara töskunni. Einmitt. Ef ég ætti ekki padelsbað. Einmitt. Þá myndum við langa í padelsbað. Já, same. Já. Þannig að það væri alveg á listanum mínum, sko, ef ég ætti ekki. Hvað er það með mér? Ég er núna komið með bara það sem ég langar í. Ok. Ég veit að þið langar líka í það. Hvað er það? Nugget klakavél. Já, þú ég bara að fá þannig. Við þurfum að fá okkur. Allavega fá okkur upp á skrifstofu. Já. Okkur langar þannig. Þetta er svona litlum klökum. Varstu ekki að sjá, ég er búin að fá þannig. Ertu búin að fá þannig? Sagði það? Já. Ó, nei, ég sá það ekki. Búin að fá þannig. Tjöld, þetta er gott með. Já, ég sá þeim það var til í hann að sjópinni. Þetta er geðveikt, sko. Þetta er bara, kikið á sískina Sumo og sjáu og þetta er sko þetta er ekki auglýsing, en þetta er geggjum afslætti samt, sko. Okay. Þetta er 27% afslætti út af Black Friday. Kíkinn á sískinu sem og sjáu myndbandið sem ég er að tala um. Fyrst hann heim eða í bústæði? Ég fekk hann upp í bústæði, sko, en ég held í takan.
Allar stila. Kannski leifur hann flakka bara. Er hann óstór? Hann er nefnilega ekki stór, sko. Okay. Og hann er ógeðslega nettur og hann býr til klaka svona. Og líka, ég sver þetta er ekki auglýsing, en þú veist... Það er eitthvað geggja að hafa svona upp í bústaðum. Af því maður er aldrei að taka... Man er aldrei að taka klaka með í bústaða, skilur. Þú er svo fucking klásin og... Hvað? Bara þú er svo klár, ég var ekki að fatta það, hvað það er sniðugt. Já, það er. En þú varst að segja og fékkst það fyrir bústaðinu. Ég fékk það fyrir bústaðinu. Já. Nú þarf ég að hafa hann þar. Þú verður eiginlega að hafa hann þar. Það er fucking sniðugt. Já, en það er líka ógeðslega auðvitað að bara svona tappar aftan á og þú bara lyftir upp og þá bara, hann bara tæmir sér sjálf. Þetta er ekki eitthvað bras. Er hann bara með þessa klaka? Já. Ok. Það er til ykkur sem að gera alls konar. Já, þetta gerir bara þetta og hann bara self-cleaning, geðvikt. Það er svona klakar, sko, eru góðir í gós, eins og Coca-Cola, skilur, að gera svona næs crunchy, þetta er svona söpveklakar. Já, svona þannig Coca-Cola, svona alvöru. En ef maður setur þetta í brúsar með vatn, þá kannski bráðnar að hratt? Já, sko, margir svona klakar bráðnar að hratt, en þessir eru þéttar í sér. Okay. Þetta er ekki jafn mikil, þú þarft alveg að býta þá. Þetta er ekki jafn mikil svona sem bráðnar strax, veist hvað ég meina? Já, en málið er núna, ég get ekki beðið á jólin núna, því að þá er mista tilbúðinu. Ég veit, ef þú ætlar að kaupa þetta sjálfur, þú getur sett þetta á listan eitthvað bensa. Já. Skilurðu? Og senda hann út í dag. Það er miðvikudagur, skilurðu? Heyrðu, ég bara sendi út listan mín. Nei, en þú veist, gerðu það, því að allir spyrja mig lista fyrir stelpunar fyrir þessa daga. Ég er alltaf komið spurningar, hvað vilja stelpunar fyrir 11. Já, það er ekki þannig mig, ég er fullar manneski, sko. Nei, já. En reyndar ég veit, kannski geti verið sett bara, why not? Mér langar í þetta. En þetta er svo ekki fallegt. Nei, ég veit að veist hvað við þurfum alltaf bara stærra eldhús. Við höfum það mjög gott, sko. En svona, það verður alltaf bara best að við erum með svona tækjaskáp. Mér langar rosalega tækjaskáp. Það er draumurinn, sko. Er hægt að installa því inn í eldhús? Ég held það. Ok. En Mér langar bara eitthvað svona að loka fyrir tæki mín. Já, ég bara vákvæði sammálaður. Svo sniðut. Draumurinn minn. En ég held ég myndi alveg fórna fyrir klakavél. Ég er rosalega klaka áhuga maður kona. Þú veist, þetta er líka þessi sko og ég er ekki að selja þess að meira hún býr samt til klaka á 6 mínútum sko. Það er rosalega sniðut. Sko, ég hata klakana sem að aðra klaka vilja gera þannig að þessi ringlega ég þóli þá ekki. Ég sína þér þessa, það er sko ég er að horfa á hana sko. Já, ok. Ég var að skoða þetta í dag. Aha, fyndið, vá. En klakavél, ég bara klála. Þú veist, mér langar þetta heim til mín líka, sko. Já, er hún til í öðrum lit, eða? Nei, hún er ekki til í öðrum lit. En ég væri bara til í að, sko, ég ætla að henda út airfryerinn mínum fyrir þetta. Ég er ekki með airfryerinn mínum á borðinu mínu. Nei, ekki heldur, en ég er með svona skáp, þar sem ég loka airfryerinn minn inni. Já. Ég get alveg bara. Er innstunga þar? Já. Já, ok, það er ekki eitthvað. Það er ekki hann hjá mér. Nei. Ég er sem nota airfryerinn ógeðslega mikið. Ég nota hann ekki ná mikið. Ekki? Nei. Ha? Hvað notar hann í? Bensi gerum mjög steikfríters, sko. Hann er verið með svona franskar og... Já, með franskarna þar, já. Og svona alls konar bara í honum. Já. Þú veist, það er að gera rækju, þú veist, þú getur gert hvað sem er í honum. Ég veit það, ég bara gera það ekki. Ég gera rosa mikið. Já, kannski. Ég elska airfryerinn, sko. Bensi myndi alveg hreinniði mig. Sko, okkar airfryer líka, sko, bara 5 sko, airfryer Costco eða eitthvað, sko. Minn er svo fucking huge. Já, minn er bara pingu lítill. Þinn er reynda mjög næs. Ef ég myndi eignast þinn, þá kem ég klakavélina við hliðina. Já. Inn í skápinn minn. Af því ég er ekki með örbyggjum. Þetta er það sem örbyggjum eiga að vera. Þurfum að hugsa þetta. Við þurfum að hugsa þetta. Já. En já, þið langar í það. Ég elska að heyra það. Já, finnst það ekki skemmtilegt að heyra? Mér finnst það. Ég er líka með mér langar í Shark Facial Pro Glow. Er það hana maskið? Nei, þetta er hana Shark-vélin. Já, byrju. Eitthvað svona... Já. Sara Ashcroft var að auglýsa þetta og bara... Mér langar eiginlega allt þetta Shark-dót. Mér líka. Grímuna og allt. Já, þetta er ekki gríman. Þetta er svona eitthvað svona svo-dótari í dúttata. Já. Eitthvað. Mér langar bara í þetta. Ég veit ekki hvað af hverju. Nei, ég sammála. Þetta er bara eitthvað svona romanticize your skincare dæmi. Já, þetta er eitthvað dúttu eitthvað svona á að depuffa þig bara. I'm in for it. Já. Ég er líka. Er það til á Íslandi? Eða? Nei. En gríman er til. Er það frá Shark? Já, Shark er að gera elko. Ok. Já. Gæti alveg vilja það, sko. Þú fékkst grímu í afmælisgjöf? Já, ég kann bara ekki á hana, hún virkar eiginlega ekki. Ó, hræðilega þrættir. Það þarf eitthvað svona gel og eitthvað með henni sem ég veit ekki hvað fæstu og eitthvað. Ó, það er svona flóki. Já. Það er byrst forláts. Já. Ég kann ekki á hana, já. Ég reyndi að nota hann ekkert, hún passaði svona skringilega. Já. Og voða fín, en... Og mjög flott, sko. Já, ok. Þá bara, við finnum eitthvað út úr þessu. Já, kannski ekki, það er bara að læra betra á það. Já.
Ok, ég með það á mínu lista. Hvað er þú með á þínu lista? Og ég sjá... Ég er búin að nefna alltaf mikið af þessu. Eitt hérna. Já. Svona flottan, svona grand kveikjara. Bara svona til að kveikja kertunum og svona heima. Mér finnst það voða mikið í tísku núna. Eldspýtur, já. Og ég líka með eldspýtur svona box, eitthvað customized kannski. Og en greif eitthvað í það, skilur eitthvað dagsetningu eða eitthvað svona cute. Já, flott. Það er alltaf skemmtilegt. Já, það geðveikt. Svo er ég með hérna lóðhúfa frá Feld. Mér langar í svona stóra lóðhúfu. Það væri amazing. Bara svona alvöru hugers. Svona ykta. Já. Þið fyrst í asnalega sér með því. Ég elska það. Mér langar þannig. Og svo pröntar hann hérna. Svona í skíðagalli, bara svona, mér langar í hérna heilgala. Já. Ok, en langar í það núna? Ertu leginn eitthvað skemmt? Nei, ok. Ekki svo Okay. En þú veist, langar mann í það bara þegar maður veit hvað væp maður að fara í? Ég er nefnilega alltaf að fara í, þú veist, göngutúra. Já, og heldur að mér alveg bara fara í? Já, ég var að tala við hérna Kötlu daginn og hún á bara snjógala. Gett. Þannig að mér langar bara í skíðagala sem ég myndi nota sem snjógala. Heyrðu, I love it. Þá get ég bara hoppað, það er ég, þú veist, óþólandi að fara stundum í 100 flíkur þegar ég hoppa með 100 út að pissa. Já. En að hoppa bara í eina flík. Gett. Það er alveg næs. Þetta er líka flottir, sko. Já. Það er til flottir. Það er til ógeðslega flottir. Það er til ógeðslega flottir, já. Það er þetta góðgjöf. Ég er með mér langar smá í svona eilífðarvönd. Þetta er sem sagt blómavöndur, blómavöndur sem er, þú veist, bara gerfublóm, en er bara geðið hjúts og grand. Þú veist, þú getur keypt bara tilbúin, þannig bara svona vönd. Okay. Ekki, þú veist, ekki stráin. Er þetta til bara eitthvað? Já, þetta er Studio Flamingo, Íslandi. Ok, að ég elska svona þannig dæmi. Ég veit að það er bara svona, hann er hérna. Vá. Það er til alls konar, sko. Vá. Það er svona flottir. Já. Þetta er smart. Eilífðar vöndur. Svo til svona alls konar litum. Við gætum þurft að kaupa svona fyrir hérna skrifstofuna. Nei, þegar við erum með bara eitthvað drastlíðana. Já, sér hvað þetta er, þú veist. Þetta er rosalega fallegt. Já. Ég hugsa, og þessi hérna, summer, og ef maður ætti þennan, og svo hinn, þú veist, þessi passa svona einhvern alltaf skipta út, já. Ok, að því ég er alltaf að kaupa með blóm og það er svo dýrt. Ég veit það. Að því að ég veit að þetta er mjög flott og þetta er mjög vel settir saman og þú veist, þetta er mjög fallegt, sko, þannig að þetta er mjög sniðt. Það er til ógeðslega mikið af hérna útfærslum, þannig að þetta er alveg, ég er noting this, sko. Right? Það er skemmtilega, sko. Já, þannig að ég er með það. Má komum við kannast við þetta, höfum við rætt þetta áður? Nei, en ég held, nú vil ég ekki samt segja neitt sem að ég er að bulla, ég held að hérna, það er ekki nafn hennar, en ég held að sem báður að followa hana sem á þetta. Okay. Ég vil ekki segja ef ég segi vitlaust, en þú veist hvað ég meina. Okay. Þannig að ég held að það sé máli. Þetta er alltaf mjög smart. Þetta er mjög smart nefnilega. Þannig að ég er með það á lista. Svo er ég með, veist, margt sem er búin að fara hérna yfir. Mér langar líka svona kökudisk eins og þú fyrst. Já, Firm-Living. Já. Hvað myndi ég úr það ekki? Það er það. Jú, þið gafum mér hann. Já. Ég var sko búin að gleyma honum. Já. Ég var daginn með Thanksgiving. Og stelpunum bara sett á kökudiskin. Ég var bara, já, mér finnst það svo flott. Hann er geggjaður. Ég var búin að setja hann ofan í gamlan Ítalakassa að því hinn kassin var svo ógeðslega stór. Taka Ítalakakökudiskin úr og setja hann eitthvað. Ég var bara, hann er þarna í Ítalakassa því að ég var að sjá hann. Já. Þannig ég er mjög spennt að baka alls konar yfir jól og setja hann er mjög flottir. Þannig að hann er á listaðu mér, svo langar mér líka í hérna Fountain Bowl sem er líka frá Firm, sem er svona, þú veist, vasi. Já. Þú veist, maður er eitthvað miðaldra, skilur. Frá Firm, sko. Já. Ef það eru einhverjum efarsöndum farið vesliða frá Firm-Living. Já, skrifið bara, mér langar í það frá Firm. Já. Þetta er bara svona, þessi ykkur. Ég sé þetta, já. Já, hann er bara fallur. Hann er rosa stór. Það er til í alls konar stærðum. Ok. Þú veist, en það er eins stærstir oft notaður undir kampaðisflöskur og eitthvað svona þannig, það er alveg flott, sko. Þú veist, já, hann fara alltaf að geima hann. Á meðan, það veit ég ekki, en mér langar bara í eitthvað. Já, hann er mjög flott, ég held að hann var bara í stóra. Ég var til að geima bara eitthvað sítrónun í þessu eða eitthvað, skilur. Já, það er mikla bara svo rætt þegar ég var í ískap. Þú veist hvað ég meina. Ég veit það, en ég er bara búin að hugsa þetta sjálf. Já. Ég er búin að vera reyna að réttlæta þetta. En svo bara, já, það er, þú veist, að ég á nokkra skálar og ég bara get ekki svona verið með í þeim að því að það bara eðilegst. Og svo náttúrulega fruitflies og eitthvað. Já, disgust. En já, mjög flott. Mér langar í, og ég veit við erum bara ræðið það, þú veist, mér langar í Neverfull frá
Louis. Já. Smá svona premium gefið það fyrir að nefna. En þú veist, hei, maður má nefna alls konar. Já, algjörlega. Hvað mann langar í. Það má alltaf. Þú veist, það kannski eitthvað sugar daddy að núti sem langar að gefa það. Það eitthvað sugar daddy að núti. Kannski. Já. Nei, hún mjög cute. Þess að maður færi alltaf random skilabóð, ég færi eitthvað random skilabóð frá einhverjum útlending, bara eitthvað, can I pay for your nails? Ég bara, já. Sure. Why not? Tjók. Þetta er bara svo fyndin skilabóð. Já. Þannig að ég get næstileg presenta bara, langar þessi tösku, getur ekki með hana? En já, með það, ert þú með eitthvað meira? Nei, ég skrifaði þarna eitt sem ég fattaði daginn, ég átti ekki og mér langar í svartar kósigala. Já. Við fórum í búkusprutun og ég var bara damn, þú veist, ég á bara ekki svarta jogginbuxur, ég á ekki svartan peysu. Nei. Það var alveg næst að eiga, bara til að eiga. Þannig að það er alveg komið á lista minn. Já, það er alveg sniðið að eiga, sko. Já. Ég ástæðan okkur, ég aldrei, þú veist, ég á mjög lítið að þér því ég á hundar, sko. Já. Það er alveg ekki hægt að vera í því, nema því ég fer eitthvað. Já, einmitt. Þú fórum í sprúksprötu þá, já. Fór ég á honum út rúsi. Já, einmitt. En ég myndi eiga það ef ég ætti ekki hundar, sko. Já, mér finnst það alveg sniðið. Með það er til margir flottir og ég verður til bara eitthvað flottan, skilur þannig. En svo bara, já. Eitt sem við myndum biðja ef við ættum ekki, það væri bíl í langtímalegu. Rétt. Það er mjög sniðt. Já. Biðjum það. Já, biðjum bara 3 mánuði. Já. Premium gjöf. Já, premium gjöf. En, ok. Sumir alveg premium. Já, það má alveg líka. Þú veist, það má alveg vera með svona dýrgjöf, lítilgjöf. Já. Stíkert samtagjöf. Við vitum ekki budgetið á allum, sko. Við viljum bara segja eitthvað. Já. Það fyrir alla. Já. Já, þannig að ég held það. Hvað er ég með? Sem eitthvað meira en það. Bara með eitthvað svona boring fyrir heim. Sko, það alveg á mínum lista. Ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað skrítið. En nei, þetta örugglega ekkert skrítið. Þeir eru örugglega með eitthvað skrítið og eitthvað lista líka. En mér langar í Jellycat bánsa. Já. Það alveg cute. Líka til svona lyklakipu Jellycat, skilur og svona töskuskraut og eitthvað. Já, það alveg skemmtilega gjöf. Mér langar alveg í það. Mér líka, það alveg skrítið. Já, ég veit það, þú veist, ég alveg að verða 30 að biðja bánsa í jólgjöf, en ég vil bánsa. En ég gæti líka bara biðja það fyrir stelpunar. Já, og bara aftan. Og svolítið afsaka það bara, en þú veist líka bara skreitt þeirra herbyggi með Jellycats alveg cute. Þú veist, það cute fyrir mig og fyrir þær. Já, trú. Þú veist, þannig að við getum öll verið vinnir hérna. Við getum það. Eða ég get bara setja einhverju hillu frammi og verið bara gunnið það stelpunar í þetta. Svo þetta bara mitt. Já. Ég með nokkra Jellycats í hillunum minni. Já. Bensi hefur ekki sagt neitt, sko. Nei. Og nokkra búbúr líka. Ég alltaf að finna einn og einn búbúr núna inni hjá Emblu. Ég alltaf ekki, hún er að geima hana þess fyrir þig. Brá. Hún taka að töskunni þínu þá? Nei, að því að ég er með svona hillunni herbyggja sem töskunna mínar eru. Og hún er að ná í það þar. Þú veist að þeir eru svona raðar við hliðina. En já, þannig að mér langar líka í Louis Vuitton svona vanity makeup bag. Já, líka. Hún er fallið. Hún má alveg vera á listanum. Já. Þú veist, a girl can dream. Yeah, right? Bara manifesta þetta smá hérna. Að þurfum að tala bara romanticize everything. Þú veist, vera að gera make-upi sitt, fá sér kaffibólla, ballerínakeksi með. Já. Þú veist, njóta. Líka alltaf geggja að fá góða trefla. Trefla alltaf góð gjöf. Já. Vist það? Í samlagi. Mjög samlagi. Já, ég sko, mér langar ógíslega. Mér langar að gera heitt súkkulaði og svona alvöru heitt súkkulaði, ræða súkkulaði, þeyta rjóma með flóssigri og piparköku ballerína með. Já. Og bara svona kósí kvöld. Bara let's go. Ég er að kreifa það. Kannski baka líka. Sörur eða eitthvað. Já. Eða einhvern ennir að vera með mér. Varst ekki að baka sörur daginn? Jú, en það var ekki mína sörur. Nei. Það var þeirra sörur, eða þú veist, fjölskyldisörunar. Ég gerir öðruvísi sörur. Þú gerir öðruvísi sörur, ok, ég skil. I love it, bara I'm in, count me in. Ég var til að vera með því. Eitt svona því ég veit að ótrúlega margir er alltaf bara eitthvað svona hugsa með strákar er erfir eða þú veist maki. Já. Förum aðeins yfir það. Hvað á, þú veist, ef við setjum sama tvist á þetta, hvað á Bensi sem að ef hann ætti ekki og myndi vilja gefa hann? Sko, ég gaf hann í fyrra, hann mjög ánægð með, ég gaf hann Arason skyrtu. Já. Hann var, eða svona yfir jakka skyrtu dæmi. Hann var ótrúlega ánægð með það. Hann vissi ekki að hann langaði það, hann vissi ekkert hvað það var eða hvað hann er. Nei, en líka íslensk hönnun, mér finnst það svo flott gjöf. Já, svo skemmtilegt. Já. Þannig að hann var ótrúlega ánægð með það og hann sagði bara
ég elska að þú gefur mig föt og því hann er ekkert eitthvað mikið alltaf að kaupa sér föt. Já, ok, geðveikt. Já, þannig að ég þú veist að gefa þeim góða svona veglega dræktaða buxur sem að þau geta notað við skyrtur og notað jafnvel ból líka. Svona þannig, keypti svona þannig fyrir hann notað alltaf. Það er bara góða veglega bóli, eitthvað skyrtur og eitthvað svona. Mér finnst gaman að kaupa föt á hann. Já, það er skemmtilegt sko. Líka ég gaf hann mjög tímann AirPods Max, elskaði það. Já, þú veist, góð heyrnartól, alveg mjög góð gjöf. Gaf hann eins og PlayStation, aldrei séð eftir ykkur eins og mikið. Nei, bara, þú myndir mæla með fólki, já. Ekki gefa hann PlayStation. Nei. Jesus, það var alveg my doom, sko. Þú veist, þú bara besta kærst í heimi þann dag. Ég var, og svo var ég ekki til eftir. Já. Bara ég farin. Þú veist, hann spilaði ekki eins og tölvuspila áður. Nei. Ég veit ekki hvað ég var að hugsa. Nei. Það er mjög góð. En ég fæði samt alveg svona næs frítíma á kvöldin sem var alveg næs, ég geti gert skincare mitt og horta mína þætti og svona. Já, það er alveg næs. Já, ég er alveg sammála. Já, það er bara ekki næs þegar það er búið að bóka eitthvað tíma með strókunum og spila. Já, eða maður geta að hlusta að róla og tónlega skoða það! Já, ég loka mig alltaf inni bara með hundunum mínu, sko. Nenni ekki að hlusta á þetta. Hókrins. Eitt sem að grunni á sem að, þú veist, ég myndi gefa hann að ætti ekki, en þú veist, padelsbaða líka. Já, þeir báðir. Já, þú veist, bara svona eitthvað hobbytengt, skilur, náttúrulega er þægilegast að gefa heimi, ég vonaði að ég maki sem er hobby. Já, líka bara eitthvað fótboltaspilar, eða svona fótbolta áhuga, menn gefa hann treyjur á það. Treyjur, það er svo easy. Já, ég get ánægð með eitthvað treyjur, hefur ekki gefið kunna treyju? Ég hef þetta aldrei gert það. Ó, akkur með leifur, þannig. Það var Jóa sem gaf að gera það kannski. Geti, verið. En þú veist, ég gefa hann mið og leik og svona. Já, það er einmitt líka sniður. Ég var miða og Bensi var líka að spyrja mig hvort við ættum að sleppa jólagjöfum í ár og bóka ferð. Já. En sagði við gerðum það í fyrra. Ég var bara, nei, gerðum við það í fyrra? Nei. Færst ekki skart í fyrra? Færst Eyrnal okkar? Já, hann fekk Arason skýrti. Já. Það fór svona líka til New York. Já. Þannig að, já, ég til að gera bæði. Já. Nei, en hérna, já, það er ekki að gera svona ferð. Já. Já, kannski gerum við það bara. Ég er alltaf ekki með neina þannig hugmynd fyrir hann, skilur. Nei. Já, ég hef gefið Gunna, þú veist, með á tónleika, með á leik, þú veist, ferð... Já, Harry Potter samni. Já, þú veist, já. Er það að fara bara? Já, það er bara það. En hérna, mér finnst það að því að hann sko elskar upplifanir, þannig að mér finnst mjög gaman að gefa honum eitthvað þannig. Já, þú veist, það er fyrir hann. Einmitt. Ég elska meira ekki upplifanir. Já, ég er materialistic. En þú veist, mjög næs að geta gefa honum það, sko. Einmitt. En ég held að sé enginn, þú veist, eitthvað svona, það er ekkert eitthvað svona framöndan sem ég gæti gefa honum í, sko, sem að honum langar eitthvað gæt mikið. Nei, ég er að fara bara í, þú veist, ég ætla ekki að segja hvað ég er að fara að gefa honum, en eitthvað svona þægilegt sem að ég veit að notar oft, sem að er eins og ég var að nefna á hann, eitthvað svona, kannski góð föt. Ég skil, já, algjörlega. Og svo líka alltaf geggjugjöf, skimsbrækur. Skimsbrækur, já. Bensi elskar sína, sko. Það var óslega að fyndið, þegar við vorum í New York og keypti hann sér, fórum í búðina hann stóru, keypti sér, mátaði þær og fór svo beint að kaupa fyrir alla strákarna. Það er svo krúttlegt. Þegar allir strákarnir voru bara, ég þarf, keyptu fyrir mig. Það er geðvikt. Og það var með þess að bara bleikum eitthvað, bara að geða þetta ánægði með sig. Einmitt. Þannig að skimsbrækunar eru approved. Já, ég bara, mér það, I'll take that note. Ég gæti þurft að gefa Gunna eitthvað svo les. Þetta er svona típist svona gauragjöf, er eitthvað svona á grillið. Já, reyndar, já, grillið. Svona svundunar sem að margir hafa fengið og svona hita, kjötmælir og eitthvað þannig. Sweet, eitthvað dæmi. Já. Svona, til að gera bernes og eitthvað kjötdæmi. Svo geggjar hugmyndir, já. Já, og snífar, góði hnífar. Líka sko, hérna... Þú veist, líka ef þeir eru með eitthvað svona áhugamál, þú veist, þá er það ógeðslega sniðugt að gefa í það, þú veist, ég vildi óska Gunni væri í golf, þá myndi ég gefa honum, þú veist, golffatnað, skilur, golfból eða eitthvað þannig, en þú veist, eins og pabbi, hann veiðir, það er svo easy, gefa honum eitthvað tengt veiðum. Já, þú gafst mikið ekki að hugmynd daginn fyrir hann, sem þú gerðir. Já, sem ég gerði, já. Það er mjög kjút, Bensi er náttúrulega mikil veiðmaður núna. Já. Þannig að það er mjög kjút fyrir svona veiðikallana. Það er mjög kjút, en ég er samt komið aðra hugmynd núna sem ég langar að gefa honum meira. En getur ekki gert bæði bara? Jú, en sko, þessi hugmynd sem ég komið núna, sem ég bara datt eitthvað inn á netinu, ég veit ekki hvort það er uppselt, það er myndið að tekja hvort það sé eitthvað Black Friday tilbúið þessu, en það er það er til jóladagatal með 9 veiðiflugum, hvern einasta dag í desember. Mér finnst það svolítið krúttlegt. Já, það er svolítið cute. Þú veist, eitthvað svona, en þá þyrfti ég að gefa jólagjöfina 1. des. Já,
Það er svona eini gallin en samt þá bara ferðu þið fyrr jólagjöf. Já, þú veist, en þú fer líka á jólagjöf, þú veist, líka 24. Skilur, þú ert að fá alla dag smá svona skemmtilegt. Það er mjög gaman. Já. Líka sérstaklega fyrir svona eldra fólk, skilur, sem ekki þegar fólk geti jólað þetta lengur. Þannig að þú veist, mér er það alveg skemmtilegt. Já, mjög skemmtilegt. En jú, ég let líka græja eitthvað svona dútari, eitthvað svona krútilega heit. Eitthvað svona personalized dæmi. Það er ógeðslega cute. Ég er með að skrifa hérna fyrir, þú veist, kallan ykkar eða bara maka að gera eitthvað svona cute personalized dæmi. Já. Það er ógeðslega skemmtilegt eitthvað dagsningadæmi eða eitthvað svona kveðja frá þér eða eitthvað svona þannig. Já. Það er alveg cute, þeir kunna alveg að meta það alveg. Þeir gera það, og líka bara allir. Myndið þú ekki kunna meta fóka personalized? Jú. Já, ég held að allir kunna með, þú veist, þetta er alltaf svona, þetta er ekki bara eitt af einhverju, þetta er svona, vá, þessi gjöf, maður man alveg, þú veist, ég gleymi til dæmis ekki, því maður bara svona, ég fekk jólakúlu frá mömmu, með sónamynd, ég var ólítið emblu, með sónamyndina hennar inni, skilur, og ég var bara svona, vá, hvað þetta er bara, þú fekk sónamyndina, þú fórst að lesa gera jólakúlu, eða þú veist, svo ógeðslega mikið svona, vá, það er ógeðslega cute. Svona einhver thought about it, sko. En já, þú veist, ertu búin að sjá kókdósinar? Já. Það er svo flottar. Já. Ég var alveg bara heiminn hoppandi þegar Bensi kom með þetta heim. Ég var bara, já, flott. Já. Ég fann það í Borgarnesi, þú veist, bara, ekstra út í, bara einhver sjoppi, bara randomli, bara eitthvað, þannig eru þær. Bensi getur bara haugum daginn, sko. Geðveikt, já. Það var alveg til. Það skilur það uppselt núna, ég veit ekki. Það er alveg geðveikt. Ógeðslega jólað. Þetta er svona leið, þú veist, ég var í Haugaup bara í smárleiti gær og ég leit bara svona hrætt yfir að ég var bara hlaupin og nái og ég leit svo hrætt yfir og sá bara, þú veist, venjulega kóki sem við náttúrulega elskum líka, en ég skil alveg að fólk sé frekar að taka hitt og venjulega kóki sé eftir, þetta er allir bara, þetta er það cute. Já, þetta er nefnilega ógeðslega cute. Bensi var alveg pirraður, við fórum í einhverjum daginn og það var ekki til. Já. Hann leit djóka. Ég veit það, þetta er alveg pirrandi. Jólakóki. Ángríns. Það er alveg leðilegt, sko. Já. Eitt líka bara svona, ef þið eru að fara í búðir og þannig, munið að kaupa og velja alltaf natrakir. Já, mjög mikilvægt. Því að það er bara... Gerið your time of the month að fallegum bara, mánuði. Fallegum þetta mánuði, já. Já, viku. Ángríns. Mánuði. Já. Nei, það er ógeðslega mikilvægt að vera ekki með eitthvað plastvörur, bara velja góðar tíðavörur. Já, og líka bara, þú veist, ef þið í vinkonni sem var eignast barn, þú veist, að velja, og þið er að gefa eitthvað svona care package eða eitthvað, að velja natrakérvörurnar, þú veist, eins og fyrir, lekarhlífarnar eða bindin eða hvað sem er. Við gefum alltaf hann stóru bindin frá natrakér í okkar care package. Alltaf, þannig að, þú veist, ef ykkur vantar einsbú fyrir það, þá er það líka mjög, þú veist, þú átt ekki nóg að því, þú ert nýbúin eignast barn, þannig að það er bara mjög góð gjöf. Einmitt, það er það. Já. Þú veist, við höfum alltaf verið bara já, þú veist, þetta er alltaf svona mikilvægt sem við setjum í okkar care package, bara, ok, bindin. Eitt sem að við erum líka að teboð er að gefa ykkur jólgjöf, það ef þið finnið bestís. Já, golden ticket. With a golden ticket, þá er ég ennþá sens á að vinna að fara til tenni. Djúlega er spennt að ykkur fáar, maður. Ángríns, þetta er okkar jólgjöf til ykkar, sko. Ángríns. Hver verður the lucky besties? Ángríns, ég er svo spennt. Ég er spennt líka bara svona eitthvað þegar við fáum tilkynninguna, bara ég fekk golden. Það er alveg margir að fá bleika. Já, það er fullt af fólki úr að fá bleika, sko. Já, þannig að það er ógeðslega gaman sem er búin að fá goodie bag frá okkur. Já. En spurðum við ekki líka tebos besties? Jú, við spurðum. Mikið rétt. Hvað þið viljið í jóló? Alltaf gaman að vita hvað aðri vilja í jólgjöf. Já, það er það, þegar maður fær svo mikið inspo. Já. Vá, ok. Uppblásu baðkar. Mjög vantar það. Já. Flísbuxur. Já, ok, geðvikt. Óvala brúsan, hana. Ok, mér myndi langi hann ef ég ætti hann ekki. Samla. Tebúið tote bag. Mér myndi vanta það ef ég ætti ekki. Apple Watch. Já, mér vanta nýtt Apple Watch. Ný AirPods. Já. Bæl eitthvað. Já, bælófísa. Já. Skarti, já. Íþróttaföt? Já. Íþróttaföt er líka geggjagjöf. Íþróttaföt er mjög góð gjöf. Góða íþróttabuxur og peysa. Cozy teppi. Það er líka reyndar á listanum mínum. Cozy teppi? Já, þú veist að minna mig á því að það setja á listanum. Já. Sagði ég það ekki á hann? Það var listanum mínum. Nei. Ok, Uggs. Já, með listanum mínum. Já, K.O.J. Alltaf á listanum mínum. Já. Hvernig cozy teppi langar þér í? Ég hef ekki mennið sérstætt. Nei. Það er þér. Ég hef langar alveg geysi teppi. Já, þér er búin að langa í það lengi. Já. Mann eftir því fyrra. Já, right. Já, geistæpið, mér finnst æði. Já.
Apple Watch samt að velta fyrir mig hversu worth it. Worth it. Mér finnst það. Já. Buttermelt Blush og highlighter Pippi-Guggusi frá NYX. Alltaf mjög góð gjöf. Kensen íþróttaföt. K18 hárvörur. Sammála. Skart. Vekjarklukka sem vakna með dagsbyrtu. Já. Þetta eitthvað sem við hefum oft rætt að fá okkur. Já, langar ennþá í svona. Ég veit ekki, mér langar það low-key en þessi ljósin mín gerir þetta, Philips perurnar. Já, ertu með þetta stilt þannig? Já. Ok, þá þarfst þetta ekki. Nei. Ég þarf það nefnilega ekki út af því. Ég á núna barn og ég bara guð mig góður ekki vika á. Þú veist þannig að ég vil alls ekki fóta núna. Nei, þetta svona mjög sniðu gjöf. Ég óslega til í þetta þegar ég kom með barnið farið hana herbyggju og eitthvað. Já, fyrir þau líka þá. Vekjaðu bara sjálf. Þú veist. Nei, þau vakna alveg nógu snemma sko. Já. Ok, skór. Classic boots og líka támi og verður stuttum hæl. Herðu, mér langar líka eitthvað frá kalda. Já, kalda skó. Mér langar kalda skó. Já. Og töskuna. Langar í töskuna? Já, mér langar líka í hana. En ég er svona að ljúga sjálfur mér. Já, ég fór hann daginn í búðinu og sá hana in real life. Já. Þá var ég bara, hún er flott. Hún er flott. Hún alltaf flott. Já, en ég sá líka að það kom stærri útgáfur á tösku. Í alvegni. Já, svona huge. Ég var bara, I need that. Já, true. Við vandar svo svona stóra tösku. Já. Ljósaspegill. Já. Ankle weights. Já. 66 norður sandalar. Alltaf gott að ég góð inn í sko. Já. Apple Watch. Úlpa. Dagbókinu Ástrásar. Já, mig. Ég og mig. Já. Ógeðslega flott. Ógeðslega flott. Líka það einmitt gjöf sem að þú veist skemmtilegt. Alltaf gaman að gefa. Dagbók eitthvað svona fyrir næsta ári. Einmitt. Miracle Hair Treatment frá 11. Sammála. Förðunarbustar. Það svo góð gjöf. Að pröfa að gleyma því. Einmitt. Hitavörn og hármaski. Alltaf. Myndavél. Moon Boots. Já, Moon Boots væri að listra mér með þetta ekki. Já, same. Mér langar að í aðra liti líka. Já, ég væri til líka alla liti. Þetta ræðilegt. Mér langar ógeðslega hvít núna. Það svona svo ógeðslega unpractical. Ógeðslega unpractical. Jack og Moo og Moon Bootsin. Lóðinu. Þau myndi bara skemma strax. Þetta er vitleysa. Býrð hérna á þessu landi. Já, vitleysa sko. Slopp í slopp. Digital myndavél Blake of course. Bækur. Bara darkmór og menn smött bækur. Ok, bækur svo fucking góð gjöf, sko. Já, bækur. Eða bara aðgang, eða bara, þú veist, stóri til aðgang. Þú kaupir bara 6 mánuði fyrir okkur, þú alltaf fengið fría 30 daga hjá okkur, sko. En já, það stóri bútið teðuslega stefbóðið. Já. Skartgripir og Lego blóm. Mér finnst það svo krútlegt þegar fólk veit Lego blóm. Já. Það svo krút. Mér var alveg langa í þetta. Í svona 2 mínútur og svo svona, hvað myndi ég gera við þetta? Já, það samt bara svona svipað svo púsl. Þú gerir þetta og svo það bara búið, skilur. Já. Gaman. Það gaman. Mér langar í púsl. Já, þið langar alltaf í púsl. Já. Langar þér ekki? Ég nota ekki. Nei, ég púslaði heldur ekki. Nei. Ég fekk púsli fyrir það enda í plastinu, sko. Smá sad. Já, voru að púsla. Mér langar að púsla, sko. Það er eiginlega að gefa mig tími það. Þegar maður var í COVID einangurinn og sókvið og gerði maður í þarna. Já, það grínast. Ninja Cream hana. Ninja Cream. Já, Hagkaupi líka komið eitthvað svona ísvel. Aha. Já, sá það, þannig að ég get líka skoða það. En langar í svona ísvel? Nei. Það haldi allir ekki hana. Ég fekk hana í láni einu sinni. Fyrir eitt vídeo. Já, maður sko slushy skemmtilegri pæling. Aha, ég var alltaf að gera okkur koktel. Já, alveg frozen margarita, sko. Ég var alveg, I could use that. Nei, ég fæði mig frekar bara bestís, sko. Já, þá fæði mig bara bestís. Já. Það var ykkur að spyrja mig eitthvað, langar í svona ísvel. Ég bara, ég á bestís. Ef ég ætti líka svona stæðista eldhús í heimi, þá myndi ég vera bara svona, já, ég má að lega hana, skilu. Ég myndi velja það slushy, sko. Já, en það bara ekkert pláss heima mér fyrir eitthvað svona vel til að gera eitthvað sem ég nota kannski einu sinni í mánuði. Nei, og líka þetta ninja dæmi, þau eru bara komið allt. Já, þetta er alveg mikið, sko. Skimsnátvöð, chunky silfurringir, ovala brúsi, scuffers, hættupeysa, cozy sweatpants, red LED mask, alltaf serum frá Dr. Skin, allt frá Chili and June, bækur, Uggs, prjónaða peysur frá Design by Sea, til dæmis balta og pastana sniðin. Veit ekki hvað það er. Nei, ekki heldur. K18 Future Fave Minis. Já, sniðið ekki svona minisett. Já. Getur fólk pröfa. Langar svo að prófa Astralift. Adidas sambaskór, good quality rúmföt, mikið af förðunavörum, Inga Elín kaffibóllanir. Þeir eru kúftir, like that. Aha. Já. Furry svartir Moon Boots, alveg fur coat. Sammála. Gul, Scuffers peysa, kanónmyndavél. Akkur er ég að lesa með þessu rödd? Dyrnar. Fer mín.
Ég að gera alltaf brjálaði hennar. Sko. Já. Dyrnar merch, Tríhött skröbb, Metta sportföt, Sín Plus, lavalamp, loðkregi frá Feld, Gjafabríu hagkaup fyrir snirtverðnar. Sniðut. Já, djöðull það sniðut. Ef ferð til Paris was too much to ask. Já, má alltaf spyrja. Já. Ég meina halló, við verðum að setja það á lista. Kannamyndavelin sem allir eiga. Dated London buxur, Style Pro, Elektra, Gouache, Neat, Hair Care, hanskar frá Feld, rauð Hunter stígvél, infrared hálskrægi. Já, ég gæti þurft svona hálskrægi líka. Infrared hálskrægi? Já. What's that? Það er alveg, Kimmi komið bara svona alls konar pads, eitthvað svona we need it all, moonboot. Ég var bara í sammála, þeir komið geggjaðar hugmyndir. Já, geggjaðar hugmyndir, ég bara að segja þetta allt. Þannig sko þið voru að skrifa þetta allt niður. Og því að vá. Bara við lásum þetta mjög hrætt, I'm sorry, en þetta voru geggjaðar hugmyndir. Þannig að ég er mjög spennt að bæta á lista minn. Ég þarf að senda öllum þetta því að þú veist, skrifi listan eitthvað núna og bara óumbeðið sendið þið fólki sem að þið viti að gefa ykkur gjöf. Bara ef þið vantar einblástur hér. Já, gera það. Gæti aldrei. Ha? Ég gæti það ekki. Akkur ekki? Skrifið. Það? Já. Nema að sé bara eitthvað mamma eitthvað skilur en systir mín, en mér er samt bara svo smá frekja. Ég er ekki dæm, ég elska að aðri gera svona við mig, bara ef þú myndir senda mér bara listaðinn, þá væri ég bara þú er bara thank you, já. En ég einhvern veginn gæti það bara ekki sjálf, af því mér myndi líða þessu algjör frekjudollu. En þú gætir, til þess að láta þér líða ekki eins og frekjudollu, spurt bara, hæ, er þú með eitthvað óskalista? Við alla þá sem eru að gefa þér. Og þá svona, er þú? Og það bara, já, reyndar, ég var búin að skrifa eitthvað niður og senda það. Það er skára. Okay. En ég er ekki að dæma aðra sem gera það. Nei, en bara gera þetta bara svona. Ég fæ svona illt í hjarta eitthvað. Já, ég bara... En ég er sammálaður, þú veist, líka svo whole point of this, bara þessum þætti, ég gef yfirleitt eitthvað sem ég á og sem ég elska. Já, same. Þú veist, ég gera það bara eiginlega alltaf. Eitthvað sem mér langar í líka. Já, en mér finnst það svo, ég geri það, og ég held svona, mér langar að kaupa þetta. Já. Þú kaupir bara þetta. En ekki að það er eitthvað dýr hluti. Nei, ég veit það. En ef það er eitthvað svona overnight curl set, þá kannski kaupir ég mér að leiðinni. Já. Skilur þið? Sem er líka bara fair, bara treat yourself, always. Já, stundur landa vandamanni. Já, ég veit það. Algjörlega. Nei, en þú veist, ég bara... Það er svo gaman líka, ég elska líka að fara bara, þú veist, bara í Kringlunni og Smáralind og versla mér, skilur. Jólagjafir, eða versla jólagjafir og kaupa svona eitt hlutur mig í leiðinni. Já, minnst það bara fallegt, minnst það fallega hefð. Ég er náttúrulega líka, þú veist, núna ger ég náttúrulega lista fyrir stelpunar. Já. Þú veist, að þú veist, það er allir eitthvað svona, hvað vill Elisabeth? Ég bara, þú veist, nothing, hún vill ekki neitt. Ég veit ekki, hún veit ekki hvað er að vilja eitthvað, nema mjólk og skilur. Hún var til í a good tit. Já. En já, þannig að ég bara svona, en ég gef líka yfirleitt alltaf börnum eitthvað sem mig langar að mín börn eignist. Þannig að þú veist, það bara sama gengur það líka, þú veist, að þú átt eitthvað sem veist að barnið þitt elskar, það er ekki sniðugt að gefa það bara að þú veist, gefa þannig gjöf. Mér finnst bara svona litlum börnum að gefa ég bara eitthvað svona flík eða eitthvað svona húu eða eitthvað svona sem þig myndi langi í foreldrunum, skilja, því barniðinu langar ekki dýna eitt. Nema það sé eitthvað lítið sætt svona sem þau geta haldið og naga og eitthvað. Já, eitthvað baðdóti eitthvað. Já, baðdóti, ógslag og þannig að ég er ekkert með eitthvað svona hellaðan lista, en reyndar Embla er að byrja að safna í 9 dóti, þú er svona að byrja að safna 9 og það er alveg gott að hún sé byrja á því að þá er ég með, þú veist, ok, henni langar eitthvað í þetta. Hún fá alveg svona risastórt dúkkuhús. Er það dúkkur þá eða er það svona kanínunar? Já, litla mís. Hvað heitir það aftur? Mæleg. Þetta er ekki Silvester, það er annað, en þetta er Mæleg heitir þetta og þetta er svona ógeðslega grútlegt, en henni í alvörinni langaði þetta var ekki eitthvað ég bendin á. Nei, en langaði ekki öllum í eitthvað svona hús. Jú, þetta er sko ógeðslega flott. Og það er að safna svona húsgögnum. Já. Er þetta alveg tómt? Er hún að fá þetta frá ykkur? Hún er að fá þetta alveg tómt, bara nýtt. Já. Ok. Já. Frá ykkur? Nei, frá Svona Afa. Ok. Alveg skemmtilegt, sko. Þannig að hún er að fá það. Og það er svo geggja að geta gefið henni alltaf bara eitthvað svona eitt í það, skilur? Já, af því að þú veist, bara svona, bara gefið henni, þú veist, lampa, gefið henni þetta, af því að þetta álíka að taka tíma. Hún á ekki að fá allt í einu núna. Nei. Og mun ekki. Já. Þannig að þú veist, svo ánamali og þannig að mér finnst það geggjuð
mér finnst það bara alltaf geggjugjöf, sko. Já, það er svona að þessi að safna ykkur, því að hún var alltaf að safna allir Barbie, en það er bara... Það er átt. Það er ekki átt, hún leikur ógeðslega mikið með Barbie. Hún á svo mikið, hún á Dreamhouse-ið, hún á fataskápinn, hún á alls. Hún er gott að byrja að safna ykkur öðru líka. Já, líka þetta svona flott. Já. Svona safngripur. Þetta er það, sko. En ég þarf alveg bara að tæma herbyggjarnar fyrir þetta. Já, þetta er alveg stórt. Já. Mér langaði alltaf í svona hús því og lítil. Svona stórt hús. Já. Og leið, þú veist, já, hægt að kaupa veggfóður inn í það og eitthvað svona. Það er skemmtilegt, sko. Þetta er eiginlega mest fyrir fullana. Þetta er fyrir mig, sko. Já, ég held það, sko, að taka myndir af þessu og eitthvað þannig. En hérna, og ég vona líka, þú veist, að hún vilja bara alltaf hafa þetta hús hreint og fínt, þú veist, annars mun ég alveg að taka til í því. Já, taka til í því, þú byrjar að taka til í því. Já, þú veist, alveg, þú veist, svo líka bara alveg skelfileg hugmynd á sama tíma á pínulítið, þú veist, systkini, þú veist, þetta er pínulítið hlutir, en veist það, við finnum ekki út þessu. Hún verður bara með þetta í sínu herbyggi. Já, þetta reddast bara. Bara að setja grindverk í kring. Það er mjög sniðið, sko. En já, þannig að, þú veist, ef þið eru líka að leita okkur sem barnagjöfum, þá er alltaf eitthvað kjút að það er svo mikið kjút, ennmött bara flíkur, alltaf góð gjöf eitthvað neginn. Já. Það vantar alltaf eitthvað föt. Algjörlega. Svo það komið svona pínu litlir öks, ég bara, oh my god. Já, en það er ógeðslega praktikal, eða ekki? Gefa svona litla skó. Já, það er bara kjút. Já. Þú veist, allir litli skór sem á barn sem lappar ekki er ógeðslega praktikal. Já, það ekki? Jú, en bara kjút. Já. Bara, en það kostar alveg sitt. Já, það kostar alveg sitt, en það er samt, þú veist, hérna, eins og ég setti Elisabeth þegar við fórum í bæ daginn, þá setti ég henni skó. Já, það var ógeðslega kjút. Já, og þú veist, að þetta er ógeðslega kjút, en það er alveg stundum að skrýta að fara með hann út í engum skóm. Hún er kannski hellu galla. Já, en ef það eru snjógalla, þá eru fætur á því, það ekki? Jú, stundum ekki. Hanna, þetta er alveg... Nei, trú. En samt einhvern veginn, af hverju ætti hún að vera í skóm? Ég veit að þeir svo bara er hún eitthvað í vagninum í skónum. Og þú veist líka með líður þess að sé ekki með hæl. Já. Að þetta er bara með svona flatan fót og þú veist, ná ekki, það er ekki gett óþægilegt. Einmitt. En svo bráðlega náttúrulega, þú veist, því að hún fer bara að lafa það, sko, þá má hún fá skó. Þá má hún fá skó, já. Þá þarf hún skó. Já. Það var ekki ennþá á sokkunum. Nei, já, það má líka alveg bara byrja að gefa henni skó í þeirri stærð. Skrýta, já, þú veist, eins og núna er það bara stæk svo ógeðslega rætt, þannig að ef þú myndir gefa henni skó núna, það er bara hægt að passa tómanni. Já, kannski, já, einmitt. En það er sniðugt að gefa henni skó bara í svona fyrstu stærðinni. Það er enda bara mjög góð hugmynd. Vona einhverju sem gefa Elisabeth, þú veist. En svo, já. Hlusta. Já. Svo byrjaði ekki yfirleitt svona að labba á einsás. Svona kringum það. Allir gangur á því, en jú, þú veist. Já, þú veist, svona í kringum, gefa svona 3-4 mánuðir í kring. Já, give or take, plus mínus. Einmitt. Allir gangur eða. Og svona fyrsta áskjöf. Já, eins og já. Það er alveg sniðið, sko. Við hefum ammæli verið stutt í fyrirvara, sko. Já. Það er svo stutt í ammæli mitt. Já, stutt í fyrirvara. Það er alltaf lítið fyrirvara, ég geti meikað ekki. Það er stutt í ammæli mitt. En við erum fyrst að bara gera jólin, svo fyrir ammæli. Já, herru, við ætlum að þessi jóliskreita, hvað sem að gera kjút. Þið sjáu vonandi, þetta er senst skilst, þið sjáu settið svona. Nefnum þessi áskrift. Já. Þá getið þið alltaf kíkt. Hérna í opinni. Hérna í opinni og verður, já, við ætlum að æla smá jólum yfir þetta og gera þetta smá svona... Smá festif. Já, þú veist, já, bara verðum að koma okkur í þetta, sko. Já. Koma okkur í mútið og... Byrja að skreita. En bara, we love you guys. Love you besties. Heyrum við til næstu viku. Bye.